Góðan daginn, gott fólk og velkomin í þetta kunnulega umhverfi sem við erum komin í núna. Og hér fer fram bara ákveðin dagskrá sem að ætlar að draga okkur nær hjarta Drottins, staðinn sem að Kristur býður okkur að koma til, frelsaði okkur og gaf okkur réttinn til að koma til. Fyrir frelsun þá höfðum við ekki þennan rétt. Eftir að Drottinn miskunnaði sig yfir okkur og náðaði, fengum við hann og kattingin sama að nota hann fyrir sjálfan sig og fyrir Guð sem þarf á mér og þér að halda við að vinna það verk sem hann er með á jörðinni. Þó hann sé allt í öllu og sjáum allt, er ég þarna til staðar til að gera það sem hann vill og þú og við þetta trúaða fólk. Það er fólkið sem hann getur notað, hefur ekkert með hæfileika mína að gera, en hann getur notað okkur vegna þess að hann fyllt okkur heilugum anda og sett í okkur skilyrði sem eru með þeim hætti uppið að við getum gert vilja Guðs. En þetta tekur ekkert frelsi frá okkur, en hann er klókur og þekkir sitt fólk og dælir yfir sitt fólk, menn og konur, fræðslu, og við veitum hvar við finnum þessa fræðslu, að við finnum það í orði Guðs. Þar eru leiðbeiningarnar og með það fyrir framan sig talar Guð til okkar. Þannig að við eigum alveg að geta skilið hvað hann er að fara. En það er svo lítill vandi á ferðinni hvað þetta varðar, sem í reyndar er stórkostleg gjöf, við megum ekki gleyma því. Það er þetta frelsi mitt áfram til að velja og hafna. Eftir ég fekk trúna, veit ég skil á góðu og illu. Þau komu þegar ég fekk trúna, en voru ekki til staðar áður með sama hætti. Við náttúrulega vitum og þekkjum fljótlega að heimurinn er fullur af alls konar illsku. En svo fengum við trúna, þá sáum við líka að þarna saman gekk gott og vont. Og þetta veljum við. Hvorum megin viljum við vera? Það er náttúrulega enginn að efast svari, við viljum öllu auðvitað vera það sem er betra. Ég er að segja þér það, til að fá þetta, skaltu ganga með Jesú þér við hlið, þá færðu þetta. Og hann mun sjá til þess, hann veit náttúrulega alveg við hvernig er að eiga, en hann mun sjá til þess að við, ég og þú, við förum þessa leið í hans hönd klakklaust. Enginn gerir þetta reyndar þrautalaust, en klakklaust þarf að segja, ef við bara höfum vit á því að vera með Jesú við hlið okkar. Það er bara málið. Og þannig vöknum við inn í daginn og með þessa hugsunu uppi sofnum við á kvöldin. Þannig að þetta er allt harla nær okkur. En svo kemur að mér og vali mínu sem er, hvað valdi ég í dag? Jú, ég valdi Krist og ég valdi að gera það sem hann hefur uppálagt mér að gera og er að vinna þessa þætti sem ég er búin að vera með lengi og Drottinn hefur boðið að þeir séu bara í gangi. Ég er líka að geta farið út í eitthvað allt annað. Þarna kemur inn agin, þessi merkilegi agi sem ég veit að mörgum er svo illa við. Ég veit menn sem eru svona, hafa svona beiga af þessum aga.
vegna þess að þeir treysta sér ekki í hann sjálfur og sjálfar, vegna þess að menn eru svona misjafnlega þrjóskir, ekki að eðli sínu þrjóskir, einhvern veginn hafa byggt upp í sér þrjósku, en alla þrjósku má vinna úr sér. En til þess að maður vinni úr sér alla þrjósku, þá þarf maður fyrst að viðurkenna hana og fara svo í að losa sig við hana. Og það merkir það að við þurfum að beygja okkur undir alls konar, og við þetta beygjum okkur undir margt, en þurfum kannski að beygja okkur undir meira, þar til þess að verða þessar auðmjúku manneskjur sem við þráum í hjarta okkar að verða. Og þegar við erum komnir á þennan stað, að þá hættum við að hafa beyg og svona ónóta tilfinningu fyrir þessu orði agi, og svo skilur hvað agin er, og þú verður þakklátur og þakklátt fyrir það að hafa loksins náð tökum á þessu. Kannski nær maður aldrei alveg tökum á aganum, en margir hafa tekið sér stórkostlegt tak þar, og þetta fólki sem að gera hvað bestu verkin og bestur árangur hjá til að mynda í trúnni. Það í gegnum agan. Þannig hann mjög merkilegur þessi agi, en það ekki allir sem að sjá hversu merkilegur hann og sömurinn sem ég var að segja og það hafa beyga á honum. Að þeir treyst ekki sjálfum sér í þetta, þekkja sjálfu að stigu þetta og skapferli sitt og allt saman það, og svona tilneyingu til þess að bara standa á sínu bara út í eitt. Það allt til að standa á sínu og það við að gera, en við verðum þó að hafa rétt fyrir okkur, ekki? Við maður standa á því sem rétt. En þó ég standi á mínu alveg bara með öllu síðan, og þá ekki þar með sagt að ég hafi rétt fyrir mér. Þetta svona vega um þetta. Við þurfum að ganga í viskunni, og ef þú vilt ganga í viskunni sem svona hrein viska, þá gefur þig að Jesú. Þannig að það alveg sama hvernig við horfum á þessi mál, hvernig sem við viljum líta á kringumstæður okkar, þá alltaf betra að bara lúta Jesú. Og þetta lærdómurinn sem kemur með tímanum. Ég veit alveg hvað trúaður maður vill, hann þráir þetta, en sér svo að það svo margt í honum sjálfur sem að hrinda honum af veginum vegna þess að hann vill ekki taka sér tæki, hann vill ekki takast á við þetta og því alltaf eiginlega á flotta. Og það ekki staða sem Drottinn vill að sitt fólk sé í. Þess vegna hann að tala og kenna og segja til og notar alltaf orðið. Og þess vegna þarf ég sem manneskja, trúið manneskja, að vera vel að mér í orðinu. Ég vel að mér í orðinu? Já, ég held það, já, nokkuð vel svona. Ég ekki sérfræðingur í orðinu, en hef engan á að ég vera neitt sérfræðingur í orðinu. Ég bara á þeim stað að ég þrái að læra meira og vita meira. Og ég búin að vera í þessu síðan 1989 og ég ennþá með það hungur í hjarta mínu að læra meira orð Guðs. Ég ekki búin að ná þessu? Já, ég spyr þig, hægt að ná þessu? Bara verða bara fullnuma í orðið Guðs og geta bara að loka bókinu og segja, aðja, hvað er að gera næst? Þannig það ekki. Trúin, hún segir mér frá veikleika mínum. Hún segir mér að ég bresk manneskja. Og þetta mjög vel hægt að, já, það þarf ekkert að velta þessu neitt mikið fyrir sér, því að þessi stað hún liggur fyrir. Þetta engin áfellistómur hvorki yfir mér eða þér, ekki nema það sé þá bara áfellistómur yfir mér að ég bresk manneskja. En það erum við öll. Við erum öll breskar manneskjur, og að því við erum breskar manneskjur þá þurfum við aðstoð einhvers æðra okkur sjálfum. Og þarna vefst mörgum tunga tönn að viðurkenna einhver sé æðri mann sjálfum, og það byggir upp í okkur alls konar, til að mynda
andstyðuna þrjósku, hún alveg hræðilega þessi þrjóska, því hún svo blekkjandi, hún herðir mannin, hann verður stífur og þver og þar að leiðandi alveg skelfilega leiðilegu, við vitum allt það. En þetta alltaf að vinna bug á þessu öllu. Við notum orð Guðs í það mál og þá sjáum við að það akkur í að vera Guðsmegin, vita skil orðinu og læra að beygja sig undir þetta orð. Því þá mun Drottinn reisa okkur upp í sínu réttlæti og það mikill og góður styrkur af því. Þetta eitthvað sem að margir viðurkenna að því einu að hafa reynt það, hafa verið þessar manneskjur sem að bara beygðu sig í duftu og sagði Drottinn, hér ég og hvað viltu að ég geri? Og það koma hræðileg tilmæli frá honum hvað hann vill að við gerum því að við sjáum ekki að við getum gert það. En svo stígum við nú skrefin okkar og við lærum að Drottinn með og þetta var ekkert svo erfitt. Það sem að vafðist fyrir manni bara árum saman, áratugum saman, maður steig loksins inn í og sagði, hei, þetta verður ekkert mál. Þetta að vera með Guði. Þetta sigurarnir sem við erum að vinna. Þetta svona þessi prívat, persónulegu sigrar sem við eigum hver með okkur, sigrar sem skipta mig og þig öllum máli en ekki svo miklu máli í kring. Og það allt í lagi. Við erum einstaklingar, við erum að lifa okkar lífi, við erum upptekin við að lifa okkar lífi, við getum nú svo í sjálfu sér ekkert annað. Og við viljum, sérstaklega eftir að trúin komin, að það sé akkur fyrir trúna af því að ganga með þessum gæja. Ég ræði þessu öllu. Og þess vegna ég að vinna mína vinnu í Jesú nafni og hvetja sjálfa mig og aðra með mér, ég fara þennan veg, beygja sig í dufti fyrir Guði, því hann lítilsverðir engan. Ég geti lítilsvert menn og sjálfsagt hefur oft gert það, en Guði lítilsverðir engan. Hann hér, með okkur hér, til þess að hjálpa okkur. Hann frelsa okkur, hann sett okkur yfir á sitt land, má segja, til að hjálpa okkur og kennir okkur ný fræði. Það má segja að Biblían íti öllum öðrum fræðum bara til hliðar, bara burt með þetta. Og þannig það nú í raun og veru. Maður setur þetta allt til hliðar á þess að við erum neitt að gera lítið úr því. Við erum bara komin á annan stað í þessu öllu saman og við sjáum að það mestur tilgangur í að gera trúna sína. Ekki til upphefur sjálfum sig, því það öllum saman þessa trúðina. En þér ekki saman hana, Guð ekki saman hana, samfélagi trúaðara ekki saman hana, þannig það eru mörgum sem ekkit saman þetta. En heimurinn, hann hún rillir við þessu. Hann á allt öðrum stað. Við þurfum ekkit að vera pæla neitt í honum. Hann bara þarna, hringlandi í sinni vitleysu, í sínum áhyggjum, í sínum sorgum, í sínum vonleysi og það þarf svo lítið að skeið í kring að það bara rústi öllu saman hjá fólki og þetta sjáum við erum að fylgjast með fréttum öðru að fréttirnar eru fullar af þessu. Hverjir skrifa þessar fréttir? Já, bara óttaslegna manneskjur eins og þetta blessa fólk í heiminum Það ekkert öðru sig. Það jafn áhyggjulaust, áhyggjufullt og þessi heimur að því hann vonlaus, hann hefur enga von, hann hefur enga leið, hann veit ekkert hvað hann á að gera. Við erum með kosningar í Frakklandi núna og það eitthvað öfgafl sem að fekk allavega góða kosningu og svo sem ekkert það að segja því að við búum í lýðræðis þjóðfélagi og þó að það sé ekkert alveg pottþétt, ég reyndar á nú ekki von á því að þeir komi stað því að þarna annað afl á vinstri væng líka sem nú kannski ekki alveg eins svona slæmt ef svo má segja og hinir eru. En þetta allt saman uppi. Sumir hafa áhyggjur af þessu og sumir hafa áhyggjur af öllu.
ég hef ekki ágjörð þessu, því að mér raun og veru kemur þetta ekkit við, ég ætla bara að lúta Herra mínum Jesú. Þetta finnst einhverjum kannski vera kærleysið mesta, en hvað var það mig það, hvað einhverjum finnst vera kærleysið mesta? Þetta er ábyrgð. Trúir því? Þetta er ábyrgð að taka afstöðu með Kristi. Á hverju? Því það er vegurinn til lífsins, það er vegurinn sem fær mig til að gera það sem er betra og þig og okkur. Þess vegna er það ábyrgð. Og við keppum eftir því að vera Kristi til þægilegs sjálfs og við vitum að því við höfum lært það upp á bókinni hvað við þurfum í það. Hvað heitir þar aðal aflið? Kærleikur. Hann er hræðilegur. Þessi kærleikur, það get ég viðurkennt, því að það er svo erfitt að ganga fram í honum. En hann er aflið. Hann er aflið sem að fær mig til þess að gera ýmislegt sem ég þarf að takast á við. Svona allt inn í mig kannski segir mér að ég vilji þetta ekki. En þarna er líka ávinnst margt, því að með tímanum þá lærist það að yfirstíga allt svona og svo verður það sem manni alveg bara manni óaði við, bara eitt af þessum vana verkum sem við viljum gera og erum undir og þurfum að vera í og viðurkenna að þurfa það. Þetta er breytingin. Og við sjáum þetta allt öðru sem við gerðum vegna þess að við erum ekki lengur þar sem við vorum. Við erum ennþá sama fólk og við erum með sama nafn, sem við kennum til og allt það, en allt inn í okkur er gerbreytt og allt inn í okkur, öll skynfæri okkar horfa öðruvísi á þetta í dag en þeir gerðu áður vegna þess að það er komið nýtt, það er til nýtt. Það er nú það er komið nýtt og þetta nýja er að starfa. Það er að sýna mér og þér og okkur sem trúum sumt þessa hversdagslugu hluti jafnvel á alveg nýjan hátt. Og þetta verður til þess að við ítum sömu frá okkur og tökum semt inn sem voru búin að setja til hliðar. Þetta nýja hefur sýnt okkur það sem við ítum til hliðar hefðu ekki átt að gera. Og við sem sagt tökum það inn aftur að ruslu svo hinu á borðinu. Við viljum þetta ekki lengur. Þetta er það að vera nýsköpun í Kristi, það eru þessir þættir. Og það er þetta sem hann vil að rækta upp í okkur, fá okkur til að hlúa og vinna með og gera það úr eins og á að vera. Og hvað á það að vera? Það á að lofa Drottinn. Og hver heimsins maður vill lofa Drottinn? Hann er bara sinn eigin Guð og býr til sinna eigin reglur í strangt til tekið og gerir bara það sem hann vill. Og það er ekki allt neitt sérstaklega gott sem hann vill. Og hver getur ekki viðurkennt þetta? Men viðurkenna þetta að þetta er borðleggjandi dæmi. Og þetta er svo sem ekkert flókið að gera þessu skil vegna þess að þetta er bara borðleggjandi. Þannig við höfum leiðirnar og við veljum leiðirnar. Þar eru svona og þær eru hinsegin, þær eru góðar, þær eru vondar. Þannig erum við konir á staðinn sem að trúin opnaði fyrir okkur. Góðu staður og vondur staður. Við pældum ekkert svo mikið í þessu, við bara lentum þarna inn og þarna inn. Þetta var nú ágæti staður þarna, en þessi var alveg skelfilegur en þarna þegar við konum með trúna, þá bara lokum við þessum dyrum sem voru svona skelfilega. Við förum ekki þangað inn aftur. En auðvitað höfum við þetta val. Það verður aldrei tekið frá okkur að velja. Ég trúi manneski og ég vel. Þessu við vitum, ég valdi Krist. Ég hefði getað valið eitthvað annað. En Guð forðið mér frá að velja eitthvað annað, að ég veit hver Drottinn er og ég veit að hann vill að ég fylgi sér í dag, því hann hefur svo margt gott við mig að segja og gera í dag. Og við höldum áfram að vera þetta trúaða fólk í verki fyrir Drottinn og þannig að bjóða okkur það. Hann þráir
að starfa með okkur og vera það sem við erum. Er þetta ekki merkileg? Þetta er þetta stór merkileg. En svona er þetta. Þetta er það sem að Drottinn vil segja við okkur og þetta er það sem að vil bjóða okkur að vera undir og vera í. Og við erum í þessu. Að við erum trúað fólk og erum ekkert að leika okkur neitt með þetta. Og akkur ættu við að leika okkur eitthvað með þetta? Akkur ættu við ekki að vera að segja sannleikan þegar við segjum að þetta sé það besta sem fyrir mann hafi komið? Og það er sannleikur. Þetta er það besta. Hins vegar veit ég vel að það er ekki allir sem sjá þetta. En hvað var það mig það hvað aðrir eru að sjá eða sjá ekki? Ég veit bara vissum mína þetta. Og ég ætla ekki að láta taka þetta neitt frá mér. Bara aldeilis ekki. Ég verður að vera reynd. Ég reyndar ekki hjá mér, nei, en sjálfsagt hefur ykkur stað, já, nú ykkur snúið maður baki, en það er nú aukahatrið. Maður elskar þetta bara fólk meira því að það veit náttúrulega ekkert af hverju það er að snúa baki í þennan ágæta trúaða mann. Ég man eftir því ég kom til ég fer nú ekki í margar trúboðsferði, hef nú ekki gert það mjög lengi, en ég gerði þetta stundum og ég kom til staðar þar sem að ég bjó lengi og þykir góð staðar að vera á og þykir væntum hann en þetta í dag. En mann eftir því að ég var með húfuna og við vorum tveir þrír saman við vorum með einhverja miða að dreifa og það snýr allir í mig baki og þekktu mig samt og heilsu mér og voru kurteisir og alltaf en ég vildi ekki tala við hennar mann og trúaður. Ég svona vissi alveg hvað var í gangi og vissi alveg hvers mátti vænta og var svo sem ekki að kippa mér neitt upp í þetta en svo kom ég eftir á móti seinna þangað, ég hef nú ekki oft komið þarna eftir ég flutti og var einhverja daga í gistingu þarna á einhverjum stað sem er að leigði herbyggi og þá var ég bara konur Hafnarfirði og þá heilsuðu mér allir hei, blessaðu konni, talaðu við okkur, komdu hérna og spjallaðu við okkur, sögður. Þá var ég bara konur Hafnarfirði. En svo kom konni trúboði og þá snýru menn bara frá og vildi ekki, já þannig að ég vil nú ekki segja að menn hafa nú verið neitt dónalegir en þetta er bara einhvað sem að ég vissi að yrði. Að ég veit alveg hvernig menn taka trúni sem eigi ekki til trú að þeir eru nú ekkert mjög hændir að þeim finnst þetta nú óþægilegt að vera að tala það. Því að trúin, það er nú bara þannig líka, hún er mögnuð, að hún hreyfir eitthvað við manni, trúin. Við verðum vandræðarleg þegar við erum að tala þessa trú við okkur. Af því að Drottinn er að mæta þarna öðru í manni sem á ekkert að vera það. Og það er þetta sem bregst við í manni. Þetta afl sem er í manni en á ekki að vera það, veita á ekki að vera það og veita þessi sem talar trú hefur mátt til þess að ýta því út. Þá verður þetta afl vandalarlegt. Það vill þetta ekki. Það reynir að koma sér undan að vera of nálægt þessu liði vegna þess að það veit ekki nema fingursmöldur komið og þá var það farið. Bara eins og þegar ég frelsaðist og ég horfði, já, í þessa átt að sagja, það er til Guðs. Fingursmöllur, sekúndubrot, það tók nú ekki lengri tíma og síðan hefur þetta verið fyrir utan. Það hefur örugglega reynt að komast aftur inn því að það er nú sagt frá því í orði Guðs að einhverjum sé hent út, illum anda sé hent út af manni og þá komi hann aftur 70 seinna og fyrir nú að kíkja á gluggana, kemst ég hann inn. Og það er svo búið prýtt, það er nú talað þetta hvernig þetta er, það er svo búið prýtt þá hoppar hann hæð sína af gleði, alveg tekur stróið til hópsins og tekur sér 7. verri og ryðst hann inn, okkur í 7. verri, til að tryggja að þetta gerist aldrei aftur. Þeir vita alveg hvað þeir eru að gera. En sem búið að möblera húsið upp, það er ekki lengur sópað, það er náttúrulega sópað, búið að hreinsa allt út, en núna er búið möblerað upp og möblurinn þarna eru bara orð Guðs. Trúin er til staðar en hún er hald lítil ef hún hefur ekki orð Guðs þess að styðja sig við. Og það er vinnan hins trúaða mann, það er að sökkva sér í orðið og gera trúna þess að byggist hjartað upp þannig
að þetta illa það reynir þetta ekki inn í sinni lengur að kíkja á gluggun, það bara eyða tíma sínu því að það veit að þetta til einskis að vera að því, en það náttúrulega ekki búið að gefast upp, þetta illt og allt það og þá bara kemur það með öðrum hætti að þér og það eru þessar þrengingar og þrautir og alls konar árekstara sem að þér mætir til að mynda það, en þetta nú bara og til að mynda það að menn snúið í baki. Ég vil ekki teira svona lagað. Það er eiginlega ekkert að kemur manni lengur og óvar. Þess að ég sagði, mér mætti þessi framkoma, ég bara fyrirgef það ef það þarf, en ég vissi að ég myndi fá svona viðtökur. Að því svo lengi var ég búin að ganga með Guði að ég vissi alveg hvernig fólk tók þessu. Ég var ekki búin að ganga mjög lengi þegar ég mætti þessum viðbröðum. Þú talar nú ekkert þetta hér. Og ég var velkomin að koma. Ég mátti ekki tala það sem að hjarta mig þráði að tala En það líka allt í lagi, þannig að maður bara svona smátt og smátt dregur sér bara það að burtu og við leifum bara fólkina að vera í friði með sitt. Við erum ekkert að koma til þess að hryggja mann og annan. Ef að nærvera manns gleður ekki mann og annan og þá nú til lítið sem vera að koma þangað. En seinna auðvitað getur það alveg gerst að koma manns verði svona fagnaðar efni og það hefur nú gerst í mínu tilviki. Ég var nú að viðurkenna það að margt sem að svona var manni fráhvert hérna í eina tíð það ekki lengur vegna þess að ég bara, hann Konni gamli úr Hafnarfirði, eins og ég segi alltaf, ég ekkert öðru sem manneski en ég hef alltaf verið. Ég bara, Konni orðið 70 í dag, svo ég endurtaki það nú aftur og ekki orðum það meira. Það sem ég á, en átti ekki þá fyrir 20 árum, hvað árið langt segja ég frelsaði, það allt og langt maður, ég svo gamall, að það ennþá í gangi og vex, en heimurinn að vera bara einhver baun þarna í manni, eða ef hann þá bara ekki allur horfinn, og ég segi farið þau fyrir betra, það hægt að vinna sig út úr þessu öllu saman. En þá líka verður maður að vera tilbúin til að takast á við það sem manni erfitt og þróskan sé hún að glíma, ég veit að margir að glíma við þetta og maður sjálfsagt enn að glíma við það af vissan hátt, að þetta þarf að fara. Af hverju? Allt sem þarf að fara vegna þess að það alltaf að íþyngja mér og þér og okkur. Þess vegna þarf það að fara. Þetta eitt af því sem trúin hefur kennt manni, að þetta þarf að fara, hitt þarf að fara, vegna þess að þetta að íþyngja okkur. Þetta eru byrðarnar sem við erum að bera, það þetta sem að þurfi ekki að vera, en við erum einhver hluta vegna haldi eða við treystum okkur ekki í að gera þetta verk og hitt, en svo stígum út á það og við segjum ekkert mál, vegna þess að þannig það. Þú ert ekki að gera þetta sjálfur. Þegar þú stígur út, þá Drottinn með þér og hvað var hann búin að benda þér á þetta fyrir löngu síðan að stíga þetta skref. En kannski mörgum árum seinna gerður það. Þá fyrst sástu að þetta var rétt og þú hefur getað verið búin að losa þig fyrir mörgum árum við þessa byrðar sem þú kannski enn að drattast með, að því þú ert ekki enn farin að stíga þetta skref út í þetta mál. Það hef ég lært og reyndar hef gert fyrir margt löngu og löngu áður ég fór að nota þetta svona meira en ég gerði seinna. Ég vissi alltaf að sumt færi ekki fyrir en ég stígi út á það. Færi ekki fyrir en ég stígi út á það og ég veit að þetta svona enn. Sumt fer ekki fyrir en ég stígi út á það. Það engin heimsendingar þjónastöð hjá Drottni. Hann meira en tilbúin til þess að hjálpa mér og það veistu fyrir þig. Hann ekkert öðru sér við mig en þig sem trúir. Og þetta svo margt sem við vitum. En það náttúrulega alveg rosalega hjálplegt í þessu máli
og maður talar svona, maður talar reynslu og segir sannleikan, að það gerist þegar þú stígur sjálfur og sjálf út á þetta. Það hefur ekkert breyst. Þetta er það sem orðið segir. Við erum búin að vita þetta lengi, en það er einhvern veginn svo erfitt að tengja þetta við sig sjálfan. Ég þarf að stíga út á þetta og þá mun ég fá þennan sigur sem ég hef þráð kannski meira og minna alla mína ævi. Þetta er það sem breytir karakter mínum. Þetta er orð Guðs. Og nú sér að það er allur akkur í að vilja fara þessa leið, en það gerir það engi fyrir þig. Ég og þú, við þurfum sjálf að gera þetta og það er ég búin að sjá aftur og aftur og aftur, ekki svo að skilja að ég hef verið að bíða eftir því að einhver gerði eitthvað fyrir mig, því að það er náttúrulega ég búin að vita það allan tíð að það getur ekkert gerst þannig, sumt verði ég bara að gera sjálfur. Ég segi, ismaður, 5 ár, það er ekki neitt, og maður bara hlær. 5 ár, eru samt 5 ár, en það var komið ný hugsun inn og maður sá, eða sko ég raun og veru, var maður búin að sigra bara leiðum að steg inn í þetta dæmi og ég vissi að þetta tæki þannig tíma og þá væri ég laus. Það má eiginlega segja að sigurinn stærsti og mesti hafi verið þegar maður tók þessa ákvörðun. Þannig er það líka með þig þegar þú ert komin inn með trúnaðinn á þann stað að þú sérð að hún ætlar að hjálpa þér við þetta og þú velur, í raun og veru er þá sigurinn komin en verkið er eftir. Og það tekur bara þennan tíma og þú segir, ekkert mál og það mun gerast. Akkurju, þetta er breytingin. Hjá því að vinna í trúnni eða vinna ekki í trúnni. Þá er maður bara þessi harði þvergirðingur og lætur sig ekkert og er í raun og veru að éta sig upp að innan. Þetta er uppetandi. Vitum við það ekki? Jú, auðvitað vitum við það. Við vitum margt. En af hverju gerum við það ekki? Þegar maðurinn getur tekið manni tíma að sjá og átta sig og það er alveg eðlilegt. Hann alltaf kemur úr sínu umhverfi og það var nú kannski ekki alltaf neitt gott og þægilegt við hann er blítt og hann er merktur þessu svolítið. Það tekur tíma fyrir Guð að opinbera sig líka með þessum hætti. Allir vita að Guð er góður, allir hafa skynjað og upplifað að Guð gerir bara gott verk, en það getur verið alveg þrautin þingri að sjá sjálfan sig losna við þetta og hitt. Þroskuna í sjálfum sér. Það er fyrir einhverju að verið talin styrkur, ég veit ekkert um það. Þetta er hræðilega leiðilegt maður. Að vera eitthvað þroskuhaus. Við höfum öll verið auðvitað þroskar manneskjur, en það er alveg hræðilega leiðilegt. Við höfum að gera líf okkar sem allar skemmtilegast. Og þetta er vinna trúarinnar að koma þessi í kring, að lífið okkar verður nú svolítið skemmtilegt. Að við getum það. Við getum alveg farið þessa leið. En við gerum það ekki að því í raun og veru, þá treystum við okkur ekki í það. Og það er nú svona, þegar maður treysti sér ekki í eitt og annað, hvað á að verða úr því? Ég veit það ekki. Það verður ekkert úr því. Vegna þess að þú verður að athuga það að þegar þú ert á þessum stað að þú ert ekkert á góðum stað. Þú ert á vondum stað. Og þú ert á stað sem að þú veist að þú getur ekki sigrast á nema takast á við það, horfast í augu við það. Og þar er sigurinn vís því að drottinn er með þér í því. Því hann hefur attir út í þetta verk og ertu viss, hann heldur í hendin á þér. En segir, stíg þú skrefin og ég stígðu með þér. Það er þetta sem gerist, það er þetta sem gerist til þess að sigurinn komi og hann kemur. Og þetta er saga allra trúaðara manna að í hvers geti sem þeir hafa stíð þessi trúarskref sín þá hefur komið sigur og lausn og menn segja þetta er allt annað núna. Akkur voru við ekki löngu búnir að þessu, segjum við. Já, menn er ekki bara alltaf neitt sérstaklega skynsamir, það verður nú bara að segjast alveg eins og er. En það breytir ekki því að við erum að vinna vinnun okkar. Við erum að gera þessi verk.
við erum að hugsa þau og við viljum vinna þau, og að vilja, þó maður gerir það ekki strax, er sinn ávinningur, því að það er aldrei að vita nema þetta þróist á þann veg, þó að sé aldrei hægt að tryggja neitt það, að einn daginn þá ertu komin með þetta skref og verkið er byrjað og þú segir eins og ég, þetta verður ekkert mál, og svo lýkur því og þú horfir tilbaka og sagðir við sjálfum þig og aðra þess vegna, þetta var ekkert mál. Það er eins með þig, sama á hvaða stað þú ert og sama hvaða pæling er í gangi, að þú tekur þessu ákvörðun og veist og trúir að skrefið þitt sem mikilvægt í þessu máli, að þá stígur það, kostum þú tekandi eða hvernig sem er, þú stígur það og þú sér að það er ávinningur af því, og það verður þér þín reynsla sem gerir að verkum að næst þegar þú ert að taka stáfið eitthvað, þetta er ekki þar með lokið, að þú veist að þannig virkar þetta, að því þú hefur reynsluna. Prívæta reynsla er alltaf góð reynsla. Það er nú líka það sem við höfum lært, að prívæta reynsla er góð reynsla vegna þess að þú hefur lært svo mikið af henni. Reynslan er náttúrulega margvísleg, hún getur verið erfið alltaf, hún hefur þín prívat og þú lærðir af henni og notar hana í þínu lífi til að bæta lífið. Það ekki? Þess vegna erum við að þessu. Við erum að bæta líf okkar og erum að læra leksíun okkar í Guðs orði til þess að við bætum lífið ögn og gerum okkur styrkari manneskjur. Og þú segir, næstur þú stígur út að því þú hefur reynslu, þetta verður heldur ekkert mál. Þannig er þetta í Guði. Það er ekkert mál í Guði. Þess vegna líka lærum við að vinna með honum og treysta honum og gera það sem hann vill að við gerum. Og það er alltaf til góðs. Líka fyrir þig. En þetta er margs að vinna. Og við höldum þessu ótröð áfram vegna þess að þetta er það besta sem við getum gert. Ekki bara fyrir okkur sjálf, heldur líka svo marga í kring. Því orðið vinnur. Það er nú bara þannig, það vinnur, það hefur sín áhrif og allt það. Það er gott og hver af okkur er ekki að leita því ykkur aðeins betra. Og ég er að segja frá því besta. Þetta besta heitir Jesús. Og það er til alveg grilljónir af vitnisburðum nákvæmlega þetta og allir á sama veg að það er gott að þjóna Guði. Þarna sjáum við líka að menn taka ekki við þessu vegna þess að það er veggur á milli sem aðskilur. Og orð Guð kemur og það stangar þennan vegg því að það er engin móttæku skilyrði hinum með þennan vegg fyrir þetta. Og þannig líka vinnur Guð ekki, hann bara frelsar mannin. Þannig var það hjá mér, ég oft vitnaði það. Ég sagði það er til Guð. Það var nú allt og sumt. Og ég vissi alveg hvert ég var komin. Ég vissi alveg hvar ég var. Að ég var komin í faðm Drottins. Það er þetta sem við erum að tala um. Við erum komin í faðm Drottins og hann hjálpar okkur við að gera það sem við þurfum, en hann gerir ekki þannig sé fyrir okkur. Hann segir okkur, svona er þetta, hann gaf okkur trú til að sjá að svona sé þetta. Ég þarf trú til að sjá vilja Guðs. Ég stíg út á mína trú, eins og við vorum að tala um áðan, og fæ uppskeruna og læri hellinga af uppskerunni og ég segi þetta verður ekkert mál og svo kemur aftur eitthvað sem ég þarf að takast á við og ég segi þetta verður heldur ekkert mál frekar en hitt var ekkert mál. Loksins þeir gerði þetta. Þetta eru sigrarnir. Þess vegna hvetjum við alltaf á sama veg. Gerum það sem gefur okkur sigur. Vegna þess að við getum fengið sigur. Við erum sigurvegara. Af því við fylgjum Jesú. Og hver marga sigra eigum við. Við eigum alveg óteljandi sigra. Allt vegna þess að við þjónum Jesú. Eigum Jesú í hjarta okkar. Og hann er með okkur í þessu öllu. Við erum ekki lengur að treysta á sjálfu okkur, niður reyða okkur á sjálfu okkur. Við erum ekki okkar eigin Guð lengur. Við tilheyrum Guði sem er Guð með stórum staf. Þess vegna er
þetta allt saman svo leikandi létt í raun og veru sem við gerum. Og leikandi létt segi ég, og við viðurkennum það að var leikandi létt að við gerðum það. Í Jesú nafni. En ég segi þetta gott í dag og Konráð Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.